Góðan dag og velkomin í Gunnar Brasar. Jæja, heyrðu mig, ég að fara á prjónagleðinu næstu helgi, núna mánaðamótin maí-júní og ætla að vera þar með 3 námskeið. Ég voru svona að byrja bara á að segja ykkur aðeins frá þeim. Það sem sjá prjónagleðina þetta árið höfðu samband við mig, þar sem að ég var á skrá hjá þeim af því ég hélt eitt námskeið, ég kendi eitt námskeið hjá þeim í fyrra og spurði sem sagt hvort ég væri til í að kenna og ég setti upp 3 námskeið, svo bara spurning hvort þau verða öll eða hvað. En 3 námskeið, já. Það sem sagt viðgerð á prjónleysi og að því að það ótrúlega leiðilegt þegar maður fær gat eða eitthvað bletti sem maður nást ekki úr eða eitthvað slíðis á flíkurnar að geta ekki gert einhvern veginn við þetta. Og ég búin að gera nokkra pröfur, svona vefnaður og með svona 2 litum hér, þetta. Bara með einum lit. Það var sem sagt gatið undir og svo vefur maður svona fyrir. Saumaði ég og fyllti upp í gatið. Hér gerði ég svona eins og stroff framan á ermið eitthvað slíðis því þær vilja trosna svolítið við miklu notkun. Peysurnar og þá gerði ég svona svolítið litríkt kannski en maður getur alveg líka að nota bara sama gatn eða svipað en þá langaði mig að sýna bara að það væri hægt að gera þetta svolítið svona þannig að sæjist bara vel að þetta sé viðgert. Þetta sem sagt saumað og það mætti líka hekla í þetta eða prjóna. Hér var ég að leika mér með mismunandi vefnaðarmunstur. Svo ætla ég líka að vera með þannig að það sé hægt að þæfa, nálaþæfa í gatið og fela það þannig. Og náttúrulega flestar þessar aðferðir, það náttúrulega líka hægt að nota það bara í fataviðgerðir. Þetta ekkert endalega bara í prjónaðir flíkur, eða prjónustykki. Til dæmis eins og þessi gallaskyrta sem ég búin að nota ofboðslega mikið núna í 3, 4, 5 ár. Ég man ekki hvernig ég fékk hana. Og þetta svolítið svona uppáhaldið mitt. Hún alveg svo mjúk og þægileg, nema hvað að það var komið svo stórt gat á olnbogann. Ermarnar voru orðnar svo trosnaðar og svona þetta var allt svona orðið svona frekar trosnað. Segjum við það, trosnað, eða farið að trosna. Þannig að ég saumaði bara úti. Neðan á vasana, þá setti ég saum og ég klippti bara neðan af ermunum. Mér finnst bara þægilegt að hafa þær, ermar bara í þessari sídd. Og ég setti efnabúta yfir og þræddi svona Shasigo stæl. Og nú ég fann að nota hana og búin að nota hana mikið. Já, ég gerði líka, ég setti þræðispor í þetta var farið að verða svolítið svona trosnað og aftan í hálsinn. Þannig hún svona, það búið að gera við hana svona á ansi mörgum stöðum. En vonandi þá á hún bara nokkur ár eftir í notkun. Ok, næsta námskeið. Dómínóprjón. Það svolítið sniðugt. Ég kynntist þessu fyrir nokkuð mörgum árum. Og þá það þannig að þú ert að prjóna litlar dúllur. Þú ert aftur með margar 200, 300, 400 lykkjur á prjóninum.
heldur ertu bara með hérna kannski 25 lykkjur eða eitthvað og prjónar. Og það er þetta að gera þetta sem sagt einlitt, tvílitt, það er þetta að leika sér allavega að þessu. Hérna hef ég sem sagt gert tvílitt nema hvað það koma bara horn hérna í öðrum lit og þá er þetta sem sagt þannig að maður prjónar eitt, tekur svo upp lykkjur, prjónar næsta, þannig að þetta er eftir svona ákveðinni, hvað segir maður, aðferð og þó þú sést kannski, þú þarft ekki að sauma þessar dúllur saman, ekki eins og þú þarft að hekla og þá heklar þú fullt af dúllum og saumar þær eða hekla þær saman. En þetta, þá ertu bara að gera hver stykki fyrir sig, hérna, en ertu alltaf með bara fáar lykkjur á prjónunum. Þannig að þegar ég er búin að gera eins margar eins og þær er að vera fyrst og þá fer ég hérna í næstu og allt það. Hérna gerði ég sínusot, það gæti verið svona byrjunin á húfu eða eyrnaband eða eitthvað og þá er þetta eftir annar aðferð. Fyrst, dúllurnar er alltaf þær sömu en svo bara hvernig þú setur þetta saman. Hvernig þú festir það leið þú ert að prjóna að þá með því þá hérna kemur þetta út á mismunandi hátt. Svo er líka hægt að gera svona renninga. Hérna þá var ég búin að prjóna þennan renning, svo prjónaði hérna millibilið, svo prjónaði næsta renning, svo prjónaði millibilið, svo er ég hérna hálfnuð með þriðja renningin. Þannig að þetta er mjög þægilegt. Þess að segja, hafa ekki fullt af lykkjum á prjónunum. Og ég gerði líka hérna, ég bara er ekki búin að stífa þetta. Og gerði ég svona utanum svona glerkrús og einhver spottar hérna. Þannig að þegar það væri búið að stífa þetta þá er þessi fína krús. Já, þetta er sem dómínóprjón. Svo er þriðja námskeið sem ég ætla að bjóða upp á að það er útsaumur í prjón. Ég hef verið að kenna það svolítið. Ég var með það á seinustu prjónagleði. Svo hef ég verið að kenna nokkur þannig námskeið í vetur. Og þá eru hérna, því ég hef nú örugglega séð þetta áður. Nú blóm, við notum hverfiefni eins og ég kalla þetta. Þetta er vatnsuppleisanlegt efni, leysist upp í vatni. Og svo er vilt að teikna á það formið sem þið viljið sauma út. Ég gerði til dæmis þetta fiðrildi þannig. Ég var búin að teikna fiðrildið á hverfiefnið, saumaði í það og leysti það upp í vatni. Þannig nú situr eftir þetta fína fiðrildi. Hérna fór ég að prófa að sauma út með svona, hvað segir maður, metallic þráðum. Svona glansandi þráðum. Og svo er hérna síðasta sem ég ætla að sýna ykkur, svona blóm. Og hérna var ég að nota mismunandi þræði. Þannig að þeir eru misgrófir og svoleiðis. Og á þessu námskeiði þá kenn ég nokkrar gerðar af sporum sem að er þægilegt að nota í þetta. Og svo er náttúrulega bara velur hver veit hvaða munstur viðkomandi vill gera. Ég kláraði sokka fyrir Berglindi. Það er nú kannski ágætt að klára það núna í maí. Þetta er jólagjöfin 2024 sem var að klárast núna. Þannig er að ég sá þessa sokka í bók eftir Helen Magnússon og hún vinnur uppskriftirnar upp úr gömlum stykkjum sem hún finnur á byggðasöfnum og öðru. Og mér fannst þetta svo sniðugt, heillaði mig svolítið. Þannig að mér langaði að prófa og ákvaði að gera á Berglinda því hún notar ullasokka, annaði móður hennar, sem að fer í þá bara algjörlega spari. Mér er allt svo heitt á fótunum. En allavega, þetta er sem sagt
og ég gerði eitt sokk fyrir jól og stoppaði þar og hún fékk hann í jólapakkan af því að ég var svo viss að hann væri of þröngur, sem að reyndin var. Hann var alltof þröngur, þannig ég prjónaði bara aftur og gerði þá með aðeins grófari prjónum og jafnvel lausar. Þannig að nú ég búið með þá báða. Þannig að hún fær þessa núna bara næst þegar við hittumst. En þetta svolítið svona skemmtilegt. Mjög einfalt munstur. Þannig að þeir ekkert, það ekkert lengi verið að prjóna þá. Það ekkert alltaf að vera að rýna í uppskriftina og það eru geymdar lykkjur. Sérst, ég prjóna hingað, ég geymi lykkjur geymi, ég set á hjálparband, held svo áfram að prjóna og svo þetta tekið aðeins úr Svo þið sjáu þetta munstur, það hverfur þegar komið hingað. Þannig að þeir svona aðeins þrengjast. Svo eru lykkjurnar teknar upp fyrir hælinn og hælinn prjónaður. Svona. Mjög skemmtilegt að gera þetta. Þetta var bók sem ég fékk lánað á bókasafni Kópavogs. En ég þurfti að skila henni og svo langaði mig að kíkja aðeins meira athuga einhverja fleiri uppskriftir í bókinni. En ég hef bara ekki fundið hana aftur á bókasafninu. Hún alltaf í útláni. En einhvern tímann, ég kíki reglulega á bókasafnið og þá fer ég í prjónabækurnar og athuga hvort að þessi bók sé þar inni. Hún hefur ekki verið inni hingað til. Vonandi bara verður hún inni einhvern tímann núna á næstunni. Þannig að ég geti kannski farið að prjóna eitthvað meira. Þetta svolítið skemmtilegt þegar líka verið að gera upp úr gömlum stykkjum, gömlum sokkum, vettlingum, húum, eitthvað sem hefur verið geymt og eru komin á söfn. Mér finnst það skemmtilegt. Já, eftir ég kom frá Hvammstanga og var að kenna þar að sauma út í bókarkápur og þá fannst mér þetta vera skemmtilegt verkefni og langaði að gera utan fleiri bækur og ég á eftir að gera mig langaði að gera bara utan svona venjulega stílabók sem ekki með harðspjölda kápu en ég búin að gera svona bara utan litla bók og hér fyllt ég upp í, ég notaði hverfiefnið í þessu og ég saumaði blómin með því að fylla þau bara og þetta allt í sama sporinu. Það bara eitt spor sem ég nota í alveg flötinn. Þannig að þessi svona, þetta verður ágætis skissubók fyrir mig. Þetta bara hvíta blaðsjör. Næsta máladagskrá í svona bókarkápum að prófa að gera utan venjulega stílabók. Sjá hvernig það kemur út. Ég búin að halda áfram að sauma út. Hér ég búin að gera 2 svona körfur og ég gerði þessa fyrst og þá var ég með svona Nei, ég ekki með það núna. Þá var ég með svona litla búta og ég saumaði þá saman með þessu Shashiko. Þannig að ég þræði bæði lárétt og lóðrétt. Setti síðan botn í. Saumaði saman í hring, setti botn í og svona bindingu ofan. Þetta voru bara sett svona lítil. Svo var ég með þetta Þetta var sem sagt svona bara bútur og ég ákvað að prófa bara alls konar form til að sauma og alls konar spor. Í hvern og einn flöt. Ætlaði að gera annað úr þessu. Ég ætlaði að gera svona tösku eða eitthvað. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því.
ég ætla að hafa þannig að þetta væri svona, það er tekið og svo myndi það lokast hérna og svo band utanum. En þetta varð ekki nóg, mér fannst hún verða eitthvað svo lítil. Þannig ég ákvað bara að gera aðra körfu. Og það er það sama, ég saumaði þetta saman í hring. Botninn, ég þræddi hann svona og vatn stakk í leiðinni. Og fóðraði hana svo og setti bindingu. Þannig að þá á ég 2 svona körfur. Mjög gaman að gera þetta. Þetta náttúrulega tekur tíma, en maður þarf ekki að sauma svona mikið út. Af því að, þú veist, þetta er fullt af bútum, eins og í þessari, þá er þetta fullt af bútum og ég sauma þá alla saman. Ég sauma þá ekki saman, heldur ég sauma yfir bútaskilin með mismunandi sporum. Og svo fór ég að fylla upp í allt saman. Þannig að þetta tók alveg heljarist tíma að vinna þetta, en skemmtilegt. Svona ger ég svo oft. Ég byrja á einhverju og svo breytist aðferðin, eða svo fæ ég einhverja fleiri hugmyndir á leiðinni. Og þá breytist, ég byrja með einhverja ákveðna hugmynd og útkoma verður kannski allt önnur heldur en ég ætlaði. Ég gerði pínlítið nálapúða þegar Björk sem að kennir á Skals kom eitt árið og saumaði út í. Og þetta nú alveg verið bara upp á punt hjá mér. Ég hef nú ekki verið að setja mikið af nálum í þetta. En þetta og það að ég tók gamlan bolla sem ég átti heima. Ég var svo mikið í kertagerð niðri í skóla með krakkana og mér langaði að prófa að búa til kerti í bolla. Þannig ég gerði það í þennan og ég er nú reyndar ekki búin að kveikja á kertinu. Ég er eins og krakkarnir, kertin sem að þau hafa gert hjá mér í skólanum og þá má varla kveikja á þeim. Þau eru bara upp á punt. Þannig að þetta tvennt ákvað ég að skella saman í og gera nálapúða í bolla. Þannig að þetta væri svona. Þetta er bara bolli sem ég átti upp í skáp í laufinu og ég fann efni sem að því hann er svo hvítur og eitthvað að þá fannst mér bara að þetta þyrfti að vera úr einhverju lit, púðinn sjálfur og saumaði svo laufin, hringinn í kring. Þannig að þá er þetta komið svona og leið og maður fyrir að gera eitthvað svona þá fara að koma fullt af hugmyndum. Þannig að ég var komið alls konar hugmyndir og skrifaði nú niður svo ég myndi ekki gleyma þessu. Alls konar hugmyndir hvernig ég gæti gert þetta því að það að gera þessi lauf það tekur rosalega langan tíma ef ég er að gera svona mörg. Því mér datt í hug að ég gæti gert svona og selt eða haft námskeið í þessu. Þannig að þá er ég líka ætla ég að prófa svona mismunandi aðferðir og hafa sem sýnishorn á námskeiðinu hvernig hægt væri að gera. En mér finnst þetta allavega vera svolítið skemmtilegt og gaman að hafa svona fallega hluti í kringum sig. Og sérstaklega því að nú fann ég þennan bolla, ætla að setja í hann nálapúða og þetta er svona akkurat eins og ég hugsaði mér, hafa svona gamaldags bolla og gera eitthvað fallega nálapúða í. Þannig að það er á döfinni að finna eitthvað fallegt og sauma út í eða setja perlur eða eitthvað. Finn út úr því.
Já, talandi þessa bolla. Ég var í vorferð í gær, keyrði með hópi fólks Suðurlandið og það var stoppað á ýmsum stöðum, meðal annars á skátasafninu á Óljótsvatni. Og þar sem við erum að koma og erum fyrir utan skátasafnið, að þá kemur maður út úr geymslu og er með kassa og setur hann svona á jörðina fyrir framan húsið. Og ég sé að það er efni í kassanum, svona sléttflauels efni. Og ég fer til hans og spyr, hvað ætlar að gera við þessi efni? Ég ætla bara að henda þessu. Úps, má ég fá að eiga þetta? Af því að sléttflauel er eitthvað sem maður getur gert svo marga hluti við. Já, ég fekk leyfi til þess að taka kassan með mér. Þannig ég skellti þessu bara niður í rútuna og tók þetta svo með mér heim. Og þetta voru nokkri litir af flaueli. Sumt flauel var svona svolítið vel krumpað og er svolítið, já. En ég er búin að strauja smá part. Þannig að kannski sést aðeins í brotin, en það er bara allt í lagi, það gefur bara karakter. Þannig að þegar ég kom heim með þetta í gærkvöldi og var að taka þetta upp úr kassanum og þá datt mér í hug og þetta væri svolítið smart að setja fyrir nálapúðan. Að nota svona efni í nálapúðan sjálfan. Þannig ég ætla að prófa það. Og því eins og þið kannski vitið að þá er ég mikið fyrir endurnýtingu og ekki henda neinu sem heitir textíl. Hvað þá gömlum textíl. Ég vil frekar fá það og fá að vinna úr því. Ég er að prjóna peysu og ég sýndi hana í seinasta þætti. Þá var ég að vinna í framstykkinu og það er komið hérna. Svona. Svo er bakstykki komið og ég ákvað að hafa það bara röndótt. Nota sem sagt svona sömu liti og voru í framstykkinu, nema þetta var röndótt. Svo er ég komin eitthvað með ermina og hún er sem sagt hérðan. Þannig að þá ákvað ég að hafa einn lit og svo svona röndótt að neðan. Þannig að þetta er allt bara hvað mér langar að gera hverju sinni. Og ég er ekki búin að ákveða hvernig hinn ermin á að vera. Ég er svona að hugsa það. Þannig að ég þarf að eiginlega klára hálsmálið fyrst til þess að sjá svona hvernig þetta er máta þetta og vita hvað ermin á að vera löng. Samkvæmt þessu er þetta komið kannski, já. Ég held nefnilega að ég sé að verða búin með ermina því ég ætla ekki að hafa þetta með síðum ermum sem ég var að tala um áðan. Mér finnst þægilegt ef þær eru ekki of síðar, eins og maður ætti að hafa. Þannig að ég ætla mér að klára þessa fyrir föstudag. Ég ætla að vera í þessari peysu á prjónagleðinni, allavega einhvern tímann. Ég er náttúrulega mjög heitfeng, þannig að ég veit ekki alveg hvort hún verði ekki bara of heit fyrir mig, en það kemur í ljós. Ég ætla allavega að klára hana, þannig að nú set ég og prjóna. Og það sem ég satt í rúti í gær í þessari vorferð, að þá náttúrulega notaði tímann í rútunni og prjónaði. Þannig að ég gerði þennan part af erminni í rútunni. Segir svo að maður nýti ekki tímann. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Ég kem til með að taka myndir á prjónagleðinni og sýna í næsta þætti. En ég kveð bara sinni. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.